Nú hafa íbúar kosið og samþykkt sameiningu 4 sveitarfélaga hérna fyrir austan. Djúpavogur, Seyðisfjörður, Borgarfjörður eystri og Fljótsdals hérað. En við ætlum að heyra í fólkinu hvað óttast það helst, hvað er jákvætt við svona sameiningu og hvað á þetta nýja sveitarfélag eiginlega að heita. Mér finnst þetta að vera jákvætt skref. Ég er bara hlynntur því að við séum að sameinast og mér finnst þetta bara að vera skref í þá átt að allt Austurland sameinist undir einu sveitarfélagi og svona jafnvel bara hefðum að taka skrefið lengra og bjóða Fjarðabyggð og með í viðræður til þess að bara stíga skrefið ennþá lengra. Nú er þitt sveitarfélag ekki með í þessu. Hefðir þú viljað sjá það með í þessum pakka? Algjörlega. Ég trúi því að framtíðin sé svo að við eigum að sameinast undir einum hatti. Þannig að já, ég hefði viljað vera með í sameiningunni. Er einhverjar ógnir sem steðja því að sameinast svona eða eru kostirnir mikið fleiri? Ógnirnar eru náttúrulega fyrir einna helst kannski fyrir fólk sem er í jaðarbyggðunum að þeim finnist því verða svona svolítið út undan, stjórnsýslan kannski svona þjappast meira saman, en eins og þetta var sett upp í sameiningu í þessu sveitarfélagi, þá eru þessar hérastjórnir, mér finnst það vera mjög jákvætt skref og spennandi stjórnarform. Og ég held að það myndi svona auka við sameiningavilja kannski hjá jaðarbyggðunum. Hvað finnst þér sameininguna? Mér finnst það bara mjög gott mál og ég er algjörlega samþykkur því. Hvað er það helst sem þú óttast við svona sameiningu? Eða er eitthvað til að óttast? Nei, ég held að það sé bara ekkert óttast. Þetta er bara það sem koma skal, hvort sem er. Svo ég held að það sé að þó að hefði verið fellt, þá bara hefði það verið ákveðið af einhverjum bara með lögum einhvern tíma seinna. Sjáum við frekari sameiningar í kjölfarið eða myndið þú vilja sjá þær? Ég held að það hljóti bara að vera, já. Mér líst vel á hana. Ég býð bara þessum nágrönnum alltaf hjartanlega velkomna. Er eitthvað til að óttast í svona sameiningu? Ekki að mínu viti. Bara fjölmennari og betri. Hvað er jákvæðast í þínum huga við sameininguna? Stærra samfélag og fá bara góða nágranna. Næstu skref, væri það frekari sameining í þínum huga? Ekkert frekar. Mér finnst þetta gott. Ég er mjög sátt. Saminu stöndum við, sundru föllum við. Og sama hér, ég er bara mjög ánægð með þetta. Ég held að þetta geti bara verið til góðs. Hvað er svona jákvæðast við þessa sameiningu í þínum huga? Ég vona allavega að litlu byggðirnar, eða sem þetta verði til aðstoða smá byggðirnar til þess að þær bara eflist og þetta verði svona, já, fyrir okkur öll, bara eflandi. Er eitthvað til þess að óttast í svona sameiningu? Það tel ég ekki. Ég held að bara horfum björtum augum fram að veginn og stöndum öll saman sem eitt. Er þá næsta skrefur hreinlega bara enn frekari sameining í þínum huga eða hvað? Þess vegna, ég verði til í það. Mér finnst það bara æðislegt. Þetta er bara gott fyrir allt og alla og sameina þessa litlu staði okkur hérna. Er eitthvað til þess að óttast í svona sameiningu? Nei, ég held að þetta sé bara sparnaður og svo kemur peningur inn og þá flýtir fyrir að komi göng hérna, vonandi hringgöng í kringum allt hérna og allir verið sáttir. Í þínum huga væri enn frekari sameining næsta skref? Ég ætti að meina fleiri sveitarfélög. Já. Já, okkur ekki. Við erum ekki að byrja þessu og sjá til. Mér finnst þetta bara jákvætt skref og til að stærra sveitarfélag verði öflugra og þetta verði öllum íbúum til hagsbóta, bæði í smærri og stærri einingum. Er eitthvað til þess að óttast í svona sameiningu? Já, það náttúrulega virðist vera hætta á því að þjónustan hverfi frá minnistöðunum og verið gleypt á stóru stöðunum. Það er eitthvað sem þarf að passa vel. En hvað er það helst sem þið finnst jákvætt við svona sameiningu? Það bara eykur samkennd fólks held ég. Ég held að fólk svona líti meira á sig sem hluta af sama landsvæðinu og það sé ekki svona, kannski minnki bara þessi hrepparígur sem er nú einir aðeins af hérna. Í þínum huga væri næsta skref hreinlega enn frekari sameining? Ég veit það ekki, en gott í bili. Ég líst bara vel á þetta. Þetta verður svona sterkara sveitarfélag eftir. Er eitthvað til þess að óttast í svona sameiningu? Ekki sem ég kem svona auga á, en sjálft en að kannski einhverjum finnst það. Jákvæða hliðin á þessu, hvað finnst þér jákvæðast í svona? Það er bara sterkara sveitarfélag og
félagslíf og annað. Í þínum huga væri frekari sameining næsta skref? Ég hef nú ekki hugsað það sko. Ég held að þetta sé gott í bili sko. Mér líst bara mjög vel á hana, ég kaus með henni og til að þetta geti vel til hagsbóta fyrir Seyðisfjörð og allar aðrar byggðir sem tóku þátt í kosningunum. Er eitthvað til að óttast í svona sameiningu? Nei, það held ég ekki. Ég get ekki séð neitt sem að ætti að óttast við svona sameiningu. Helstu kostirnir svona í þínum huga við þetta, hver eru þeir? Losna við þessar bæjarflokkspólitík úr hænum, losnaðum við þetta karp sem er búið að vera núna lengi. Það held ég og bætta samgöngu náttúrulega og bara bætt staða og aukinn styrkur fyrir íbúa Austurlands. Næsta skref, væri það ein frekari sameining? Já, það held ég. Ég get ekki séð neitt til fyrirstöðu. Mér líst bara vel á þetta. Ég var allavega hlynntur þessari sameiningu. Já, þú hefur kosið? Já, kosið já. Hvað sérðu sem helstu kostina við þetta? Ég held bara að þetta verði bara öflugra sveitarfélag. Það verði vonandi meira að þetta gera. Sérðu einhverja ókosti í þessari stöðu? Nei, ekkert þannig séð sko. Auðvitað býst maður nú alveg fyrir að eitthvað muni færast upp á hérað, að stjórnsýslunni sko. En það á ekki að vera mjög slæmt held ég. Hvað er að kalla þetta nýja sveitarfélag? Já, það er spurning. Ég sakna Fljótsdalshéraðsnafnsins. Það er það eina sem er neikvætt finnst mér. Fallegt nafn sem við höfum haft. Já, ég hef búin að heyra alls konar nöfn. Einn kallaði hann á Austurríki. Ég stakk upp á því að héti sveitafélagið Eystra. Svona taka hérna lokapunktinn og borga fyrir Eystra. Já, ég veit það ekki, Samaust eða eitthvað. Múlaþing. Múlaþing, vístu vel á það. Já. Takk fyrir. Já, takk.